Og þá komum við að þessu litla búi hérna númer 9 og ég ætla að sjá hvernig það hefur nú verið svo sem líflegt í sjálfu sér. Það hefur nú alveg verið út að sækja sér frjókorn og þess háttar. Ég þarf að sjá náttúrulega hvort að þetta hafi gagnast þeim einhvað að gefa þeim hennar litla ramma þarna daginn og kólnað svolítið hérna. Og ekki er það búið að nýta sér mikið af frjókorninu, enda kannski ekki von, ekki mikið að vera í þessu búi. En það voru aðeins klestar flugur sem ég ætla nú að bjarga hérna, ein var lifandi í því minnsta. Þá ætla ég nú bara að byrja hérna með að fjarlægja einn ramma hérna. Þetta er troðfullt af fóður allt saman. Og ekki hafa þeir nú minnkað á svelti, heldur bara ég held að búið hafi verið það lítið að ég setti það inn í haustið eða veturinn að það hefur nú bara ekkert verið heppileg stærð á því greyinu. Reynum við svona aðeins að passa hitann þó að næsta för. Þetta bú þarf ekkert allt þetta frjókorn. Það er alveg sýnilegt. Það var þessi hérna rammi sem ég setti sem ungviðarammi. Nú ætla ég að sjá hvort að drottningin sé farin að verpa. Ef nú í það minnst ekki fækka mikið flugunum. Nú þyrfti ég að hafa aðeins meiri sól. Ég sé nú ekki ungviði hérna og ekki egg. Hérna hefur sýnilega eiginlega mest af því skriðið út ungviðinu. Hann er alveg tómur þessi. Og ekki hefur hún verpt drottningin. Ég ætla að sjá hvort ég finn hana hérna einhvers staðar. Ef hún er horfin þá verð ég nú að gera eitthvað annað við þetta bú. Hvar ertu, dama? Ég verð að finna hana. Ég leitaði mér allan grunn, hún var vel merkt, ég man nú ekki hvaða litur var á henni. En það er viss hætta í svona litlu búum að það ná ekki að halda lífi í drottningunni. Það er ein að koma hérna á geðvikraheilinu. Hún hefur reynt að stunda